Já, hér mikið að vera. Við erum stödd á menningarmóti í Grundarfirði. Það grunnskólinn í Grundarfirði og grunnskólinn í Snæfellsbæ sem eru í samstarfi þetta verkefni, en það hún Kristín R. Vilhjálmsdóttir sem á hugmyndina og rekur heimasíðuna menningarmót.is. Hér eru börn að kafa í rætur sínar, skoða upprunan og fleira. Við ætlum aðeins að kíkja á krakkana og heyra hvað þau hafa að segja og heyri inn í Kristínu út á hvað menningarmót gengur. Hvað segirðu? Þú ert að taka þátt í menningarmóti. Hvað höfum við hér á borðinu? Við höfum alls konar. Ég til dæmis með hérna íþróttir eins og frjálsa og þá tók ég frjálsíþróttaskóna mína og síðan ég í blakinu og svo ég ættuð frá eyjunum og þetta til dæmis eyja mín Skálegar og þetta dúnn út af við leitum mikið, þú veist, dún og svo smíðað af minn hennan kistil og tálkaði þetta. Hvað það sem svona vika af rannsóknarvinnu í að kafa í rætur sínar? Hvað finnst þú hafa lært eitthvað á þessu? Þú veist, ég veit það ekki. Ég hafði ekki bara finna, þú veist, hluti sem ég átti. Það var eiginlega mesta sem ég lærði. Menningarmót, hvað það? Menningarmót verkefni sem fer á milli skólana. Þessa mundur það bæði í Danmörku og hérna á Íslandi. Ég að vinna verkefni núna í Danmörku og svo það hérna á landsbyggðinni, hérna á Íslandi. Og verkefnið gengur út á í raun og veru að opna fyrir hugtakinu menning og afhjúpa menningar og tungumálafjársjóð nemandana og styrkleika þeirra áhugamál, það sem skiptir máli í lífinu, það sem fær mann til að ljóma. Slagorð verkefnisins að þegar einstaklingur fær að blómstra þá meiri líkur á því að hópurinn eða samfélagið og samfélagið blómstri. Þannig að börnin eru sem sagt núna hérna út á Snæfellsnesi í þessari viku búin að vera að kafa ofan í hvað menning hvað menning þeirra persónuleg menning þeirra. Það líka vinamenning, fjölskyldumenning, menning sem tengist ákveðnu svæði, landi og svo þau sem sagt búin að vera að grúska svolítið í sínum eigin rótum. Sko menning, maður tengir það við kannski eldri einstaklinga, ekki börn. Ekki frekar sjaldgæft að þau séu dregin svona beint að því að hugsa menningu? Já, það hefur sem sagt síðustu árin á Íslandi, þá hefur verið að styðja barnamenningu alveg heilmikið. Og þá sem sagt verið að hugsa að börn taka þátt í að skapa og gera menningu en líka upplifa menningu. Í þessu tilfelli þá við að reyna að draga svolítið inn í það að þau eru þátttakendur í að móta menningu og að menning líka mótar þau og þá sem sagt hvers konar atriði í menningunni sem hafa áhrif á mann. En líka hvernig maður sjálfur í raun og veru hefur áhrif á umhverfið og hérna í gegnum framlag manns og í gegnum það sem maður hefur upp á að bjóða. En það líka áhugavert að hugsa ef við tökum orðið menning, þar hérna orðið menn og manneskjan inni í því orði og á útlensku þá heitir menning oft kultúra eða eitthvað svipað eða kultúr. Og það kemur upprunalega frá latínu að rækta, kultivar. Þannig að þetta mjög fín tenging ef maður lítur á þessi tvö eða hérna hvernig maður orðið fyrir menning. Þannig að tengist væntanlega, það hægt að velja þá áherslu að manneskjan að rækta sig og rækta kannski fyrst og fremst áherslan að við erum að rækta eitthvað saman. Búið að vera skemmtilegt að taka þátt í þessu menningarmóti? Já, mjög. Og hvað voruð að gera? Við vorum að gera bara fullt af svona verkefnum fyrir það. Til dæmis að gera þessa tímalínu hér og þarna blaðið hér þar sem lætur þið skína. Það sem lætur þið skína og hvað það sem lætur þið skína? Alveg fullt af hlutum. Að smala og fara á kajak og ferðalög og íþróttir, fjölskyldan þín. Finnst þú hafa lært eitthvað á þessu? Já,
alveg eitthvað sko. Varstu búin að hugsa það eitthvað áður? Hvað færði þið til þess að skína? Nei, ég var ekki búin að því. Nú þetta hérna í grunnskólanum í Grundarfirði og grunnskólanum í Snæfellsbæ og grunnskólanum í Snæfellsbæ því að þeir eru fleiri en einn. Hvað það sem krakkarnir gera? Þeir gera einhverja kistu og plaggat eða ekki og eitthvað fleira? Já, það svona þrennt sem allir gera. Annarkvort koma með einhverja merkilega fjársjóðskistu að heiman, einhver kistil eða box sem fallegt eða hefur sögu, eða þau búa til fjársjóðskistu, eins og mjög margir árgangar hafa gert hérna í þessu ferli, skreita og gera hana persónlega, þetta verður svona persónleg fjársjóðskista, og enda við að nota þetta svolítið svona tákgrænt, þetta með fjársjóðina, við erum að opna fyrir það sem fær okkur til að ljóma og það sem gullið okkar og svo gerðu þau tímalínu og sumir enda ekki bara tímalínuna í 2019 en maður með einhverja framtíðar ósk líka þannig að við erum aðeins að opna fyrir því líka hvaðan komum við, hvar erum við og hvert viljum við fara og svo gera allir sól sem raun og veru svona hugarkort en nema að það sól og maður er miðjunni og það sem fær maður til að ljóma og styrkleikarnir að það veru gíslarnir. Þannig að þetta verður svona sjónrænt og það eru líka svona verkfæri fyrir mann til þess að geta að tala út frá því þegar við bjóðum svo foreldrum að koma og öðrum nemendum. Hér er spjaldið þitt sem að lætur þið skína og það eru vinir og það er að hjóla og fjölskyldan og körfubolti, alveg rétt. Svo eru hérna þættir og hrekkjavakan. Og að búa til hluti, ertu duglega að föndra og svona? Ég elska að föndra. Við höfum svona snillismíði hérna og ég er alltaf í henni. Mér finnst mjög gaman í henni. Hverju heldur að skili fyrir samfélagi, fyrir skólan og fyrir einstaklingana að taka þátt í svona verkefni? Ég held að, ef maður heldur áforma að hugsa aðeins svona tákgrænt, að þá, sem líka svolítið mynd sem ég nota þegar ég kynni þetta, að við erum hérna í þessu sameiginlega landslagi og að einhvern veginn að fá að merka sig, að verða hluti af landslæginu og það sem við þurfum öll að vera og stundum reykust við á eitthvað sem við þekkjum ekki og vonandi þá þetta svolítið svona hjálpar þetta svolítið til að við erum meira opin og bæði opin fyrir öðrum en líka að opna okkur. Það er mjög mikilvægt í hvaða samfélagi sem er. Finnst þú að hafa lært eitthvað af því að taka þátt í svona verkefni? Jú, svona smá. Mér finnst það mjög gaman og bara að hafa gaman að þessu.